Tökum við intro real quick. Þessi þáttur í boði Tweak. God damn, þetta gott gummi. God damn, þetta gott gummi. Ég smá að pæla hvort við sem okkur treyir að bóra gummi í þáttunum. Já, stundum við smá að gera núna. Ég heyrði það smá í senast þetta. Hérna, Tweak nammi with benefits, sweets with benefits. Því basically bara þetta svona nærði sykurlausnammi. Þetta með töluvert minna af hitaeiningum en hefðbundið nammi, miklu minna af sykri og svo líka aðeins meira trefjum í þessu. Þannig að góð punktur sem Bensi kom með daginn að vera ekki geima þetta í miklu kulda og vera þetta geðveikt stíft. En þetta búið að vera rock solid og þessi brauðsjónu með núna eru fucking góð. Mér finnst það bara betra en venjulegt nammi, sko. Já, við erum með Tweak Sour Supreme hérna, það mitt uppáhalds. Ég fæ alltaf illt í malan á venjulegu nammi, ekki þessu. Smá illt í tennuna líka. Maybe it's the fiber. Might be the Ég fæ mest fiber. að haxa. Þetta er bara gott fyrir mann að borða þetta. Þetta líka ef þú borðar nammi nú þegar, make the substitute. Það what it's all about. það er pælingin. Sigrakók, byrja að drekka sigluskók. Ef þú borðar hefðbundin nammi gúmmi, byrja að borða sigluskam. Skilur, þú byrjar bara að lækka kaloríunar. Healthier lifestyle, healthier vibes. Sustainable changes. Þessi þáttur mjög langur, mjög skemmtilegur. Við tökum nokkra liði, alveg drullu marga, 2 nýja liði meira þess að. Og hérna... Tölum aftur alien sex, I'm so sorry guys. Já, what the fuck. I'm so sorry. En við tölum lítið Marvel. Já, við eigum ekkert. Þú þurftir að byrja. Ég reyndi það eiginlega. Hann ennþá recovering, síðan hann horfði á 13 Marvel-myndir. Já, hann er ekki svo búinn. Nei, ég búinn að horfa á Átján. Átján? Hvað er þetta komin? Fuck. Minions lore, við tókum deep dive í Minions lore. Við þurfum að fara aðeins dýpra svona. Já, 100%. Það við erum bara rétt scratching the surface, sko. Annars út allan víðan völl, við hringdum í skemmtilegan guest sem kemur í ljós hvernig við hringdum í, hann er mjög frægur að róta fólk frá living. Ég ætla að segja meira samt. Annars heldur við sem bara góðið dag. Njótið og endilega grípið póka að gummi Tweak meðan við erum að hlusta. 3, Ég er með svona lag sem við viljum að byrja á. og við erum live. Við erum núna live. Heyrst ekki, jú, þetta heyrst Þetta er eitthvað plasti, ekki? Það lúkar þessi sem hátt. Þetta er mjög gott lag, ég lofa. Hvað er mál með því að þú setur lög? Ó, þetta er þetta lag. Af því þetta er smá horfinn í þáttunum. Good question. They were all horny. Þáttur nummer 67. Hverjar eitt hérna, allir þjálfarar. Ég tjókaði tíma í gær þegar ég var að þjálfa. Og ekki langt sem það gerist. Það sem ég kom... Vá, ég ætla að byrja upp á nýtt. Og byrja upp á nýtt. Hvað varst það að reyna að segja? Hvað ætlaði að segja? Ég var búinn að hita hópinn upp og þetta var svolítið svona öðruvísi uppbytun. Þú veist að þegar deadlift, þá lítið alla sækja sér stöng og hittum bara upp með stangir og svona. Og svo bara ég ok, bara ætla að merkja við ykkur eftir tíman, það sem við erum bara að gera og fyrir útskýra og bara allir nema 3 eða eitthvað, fara bara að sækja dót. Þannig ég er bara að tala við 2 og ég er bara, má ég fá smá athygli meðan ég er að, svo ég þurfi ekki út, ég ætla aftur að segja, sorry, má ég fá smá athygli bara svo ég þurfi ekki út aftur eftir eitthvað svona, að fólk, hélt eitthvað smá áfram sumir eitthvað, en ég var damn, long time ago, síðan ég var, Flabbergasted, bókstaflega. Ég var á hann fyrir að þjálfa og ég hendi já ok, við ætlum að gera þetta hér og fólk bara went svolítið their own way. Þetta átti að fara að henda sér upp í handstöðupressu og gera basically skapula sko push-ups í handstöðupressu sem er pínu weird og funky. Það var 2 mannskir sem gerði það, restinn fór bara að gera handstöðupressur. Ég var bara, damn, nobody wants to warm up. Það vildi bara byrja. Það er fucking trætt. En það, þú veist, það er samt, þú veist, basically fólk má alveg dæma sjálf bara, herru, ég er bara warmed up in my shoulders til að ég var meira bara svona, þú veist, hey, ég vil bara alltaf segja heitir en að búin að vera hans á hvolfi. Mér skeggi að taka alltaf bara, ég tekur nokkur 4-5 negativ, bara niður, sparka mig niður. Svo var það næst, sko, þá var allir bara gone their own way, smá, sko. Er það lagi? Þetta var alltaf lagi út af því að ástæðan fyrir þessu var eiginlega, það var helmingurinn á kassa að gera handstöðupressur, helmingurinn upp í vegg. Þannig að þegar ég fór í þetta, þá var ég búinn að vera að hjálpa fólki við kassan, þannig að margir sem voru að gera bara handstöðupressur upp í vegg, voru svolítið búin að fatta að hann sáum bara að hjálpa 3 aðilum, þannig að sumir fara þá bara ok, að henda sér upp eitthvað, að gera eitthvað smá auka. Þannig að það var svona, þetta var komið basically líka bara svona, ok, við erum öll bara aðeins að hita upp fyrir handstöðupressur. Ég læt fólk oft fá bara samvinskupið þess að svona, þú veist, reyna ekki að hafa eitthvað svona, nei, þetta er injury prevention, skilur, því það er oft ekki nóg fyrir fólk, eða segja bara, nei, þú vilt ekki brenna eldinum. Ég gef svona, þú ert að fara að æfa verð,
þú hefðir náð kannski 12 RPM en þú ert að fara að ná 10 núna því þú slepptir hitt upp. Það meira svona, já, ok, fuck, skilur við. Þá mér fólk sem til að hitta upp. Það alltaf sem mannskjum sem sleppa uppbytun, finnst mér. Já, það bara alltaf þannig, þau eru bara komin í það vana. Það ekki margir sem sleppa uppbytun, kannski það gerist mjög reglulega í þrygginu, sko, að fólk bara kemur bókstæðlega ekki í uppbytununa. Svona í hádegistímanum, svona 2-3, bara svona sleppa allt uppbytun. Já, það svolítið mikið hérna. Hitta bara upp fyrir stöðuna eða eitthvað. Vá, það gerist eiginlega bara aldrei. Það einn koni af mig sem hittir ekki upp og ég fekk að heyra bara fyrst tíman. Ég hitti ekki upp. Það ekki nóg gott. Ég sagði bara, that's on you, sko. Ég sagði bara, já, ok, that's fine by me, sko. Þú mátt alveg sleppa hitta upp. Ef þú ert bara eitthvað life decision, go for it, sko. Við verðum að taka þetta fram. Þessi þáttur fucking crazy shit production. Já. Við þurfum að segja fólki að kíkja á YouTube. Þú ætlar ekki að horfa kannski allan þáttan á YouTube. Við erum í 12K. Þú verður að kíkja, við erum bókstæðlega inn 12K right now. 4, 8, 12. Ef við segjum sem í 16K, Nei, ég er að tala um það stendur á... Við erum komin í miðuna. Við ætlum að sjá Rittli og sjá alltaf þegar við færum með. Er það þannig? Hlynur hoppaði hérna beint fyrir frá mig. Er það svona? Ég sé allan að Ritt. Já, ég sé hann hérna. Í alvörunni? Ég held að. Hlynur vissi þess að hérna með hérna. Kemur til mín, eða? Ég sé ekki. Nei, við sjáum ekki hana. Jú, það er engin raut nema. Það er engin það. Já. Ok, checka þessi ára á YouTube, við erum alveg production í gangi. Já. Enda við strákunni að loksins koma með fucking mikið cash. Million. Daniel, þú ert ennþá girtur hlýrabólaðin í nærbuxinu, bæði vei. Það er... Þú varst ekki grínast? Nei. Það er bókstaflega að ég kíki núna hérna Paris Fashion Week á runways. Þetta annað hvert stíli sig að láta móturinn ganga niður with shown underwear. Málið og þetta er mjög umtalað. Ástæðan af hverju ég og Dóri náum að vinna svona perfectly saman swag og class. Það er reynda góða punktur. Á horfum við ykkur tvo hérna, þetta er fullkominn dæmi swag versus class. Já. Og hvað þú? Þú ert swaz. Þú ert með swag og class. Nei, hann er bara ass. Gaurar, veitu hvað er eina sem fucking slæmt núna að við séum sweaty ass, hann er sweaty ass, swaz. Í 30,000K. Það er langt síðan ég fekk fucking kýlis bólu á vörin á mér. Er þetta bóla? Þetta er bóla, þetta er ekki frunsa. Þetta er ekki frunsa. Hvað gerðist þið eiginlega? Gaurar, fyrsta deiti með Berglindi, þá fekk ég stærstu bólu sem ég fengi allt lífið mitt. Hún var hérna á kinninni og ég var bara, what the fuck. Og bara, ég var bara til og með henni 10 sekundur og ég var bara, hún er huge. Og hún fór hlátuskast og sagði, hún er fucking huge. Shit, og hún er alltaf með þér í dag? Já. Mjög mikið að konum eru með hérna svona ekki fetti sem svona, þú veist, fíla að sprengja svona og plokka og... Já, ég tengi ekki, því ég sé á Instagram svona, þá fæ ég tengi heldur. Þú vildir eitthvað að ég myndi sprengja í glas og gefa þér glasi eða eitthvað fucking weird. Safna. Það er weird. Og þú veist, ennþá með sama glasi en senasta bóla, það var ógeðslegt. Það verður ekki hérna, þetta er komið í næsti talkina. Mest satisfying heimur með huge ass bólu, sprengja hana, skýst á speilin. Ángríns. Jú. Það er ógeðslegt. Það er ógeðslegt, en það er svona weird bodily function í gangi, þannig að pældi hvað það gera. Er þú með, maður fór síma þinn, Dóri? Já. Hérna, daginn, þá tókum við, hérna, nokkrir, sem við tókum vel eftir nokkur þáttum að góða og báðu fólk að senda okkur e-mail með fyrirspurnum ef þeim vantaði hjálp við eitthvað. Já. Það sem geta spurt spurningar og geta svolítið svara bara hverju sem er. Þetta er nýliður hjá okkur. Þetta er þokkalega nýliður, ég veit ekki alveg hvernig það er fastur, en við ætlum að lega nú vera. Já. Og hann heitir alvöru spurningar, alvöru svör, allavega núna. Það var alltaf svona pælingi mín. Og við völdum bara 3 spurningar, hver veit ætlar að taka eina fyrir. Og ég ætla bara að lesa spurninginu upp, þetta er allt nafnlaust. Ef þið viljið fá svör við svona innilegri spurningu, þetta er svona oftast frekar langur texti, að þá sendið okkur e-mail. Og það er bara sterekasti@gmail.com. Ok, fengum við þessa spurninga þann og við völdum 3 eina mann. Eru við að leyfa að senda líka á Instagram eða? Ég held að þetta er lægi sko, það er bara næst að lesa svona langa texta á e-mail. Passa samt sko að hérna, ef þið viljið fá okkur til þess að svara, þá þurfa spurningarnar að svona, það þarf að vera smá info, það er ekki hægt að svara bara mega basic, við þurfum að fá upplýsingarna til þess að geta hjálpað ykkur. Má sjá, hann er skæða, passa hann hérna. Ok. Fyrsta spurning sem að hérna, Benzi, þú ætlar að taka, það er Hey boys, ég er í #hornygang and I love you. En mín pæling er, ég lærði framleiðslu og byrjastýringu í skólanum en eftir að ég byrjaði að lyfta að þá hef ég fengið meira og meira ástríðu fyrir lyftingum og mér langar til þess að vera þjálfari. Hvað er það besta sem ég get gert til þess að vera góður þjálfari? Fyrsta lagi, love you too. Respect. Love the fans. Love the fans, fan love. DJ Khaled taught me that.
Til þess að vera betri þjálfari eða til þess að verða þjálfari? Ég ekki vera góður þjálfari, þú mútti eiginlega bara túlka þetta bara eins og þú vilt svolítið. Ok, ég ætla að kannski túlka að þú sért byrjaður aðeins að þjálfa þá fyrst þú verður að vera betri þjálfari. Betri þjálfari, ég fekk örugglega the greatest piece of advice sem ég hef fengið örugglega bara að ná að snerta hjartað í hverjum einustu mannesku sem í tímanum. Það huge og kannski ekki það djúpt að snerta hjarta en að basically interaction við hvernig einasti tímanum þetta er kannski erfiðara þegar þú með svona risa tíma hvað ertu margir tíma ykkur? Núna bara 20 en 20, vanlega þú veist það hefur verið ógeðslega margir skilur. Þegar þú komið svolítið yfir 20 ára er mjög erfitt eiginlega ekki hægt sko og 20 líka alveg pushing it til svona alvöru interaction en reyna að tala við einn og eina sinni tíma upp bara hvað sem er þegar það er tvent alltaf upp það er alltaf tveir hlutir búið þú sér mannskir æfingu annars hvort hann að gera hana ekki nógu vel þá getur interaction að hjálpa þeim, gefa þeim einhvern punkt eða, mannskir hann að gera hana vel þá er að segja, það gerir þetta vel alltaf fram að gera þetta, eða þú er mjög flott inn í swinginu þú ert að ná að nota mjög vel eitthvað, þú ert að engagea hami vel eitthvað, þú veist það er alltaf hægt að segja annarkvort hann að tvend þannig að ég held að það sé bara mjög basic tip til þess að nota sem þjálfari, reyna bara að ná þessu interactioni og því fyrr sem að temmi sér því betra held ég fyrir þjálfunar ferilinn sinn sko. Því ég held að það sé svo létt að hugsa, ég er búinn að hita upp og núna byrja meira bara svona chillið, ég er að spila tónlist og kannski interakta og það sem og mikið kannski interakta líka bara í fólk sem maður þekkir, eða bara vini eða einhvað hanni og þá þarf maður að break from that og byrja bara, ég ætla að já ok, ég er búinn að tala við það eru þessi 5 eftir, ég ætla að reyna að ná 5 á tíminu. Ég var geðvægt mikið, bara þú veist, með hóptíma pælinguna var ég geðvægt mikið bara svona halda gott partí, geðvægt gott damage control og reyna chippinu svona aukapunktum. En ég er bara sjúklega nýlega búinn að innlega þetta, ég lærði þetta bara, þú veist, lærði þetta, svona byrja að innlega þetta eftir CrossFit level 2. Já. Þá voru þið bara hamrað þessu, bara hver og einn einasti þarf að fá eitthvað, bara gott feedback, slæmt feedback, skilur bara eitthvað tipp frá þér eða bara, þú veist, bara smá spjall eða bara hvað sem það er. Já, spjall. Já, þannig ég er bara nýbúinn að bara passa þetta, bara religiously, bara hver og einn einasti fær eitthvað, skilur. Þú veist, ég horf í augun á mannskinni og segja eitthvað að dulluðin, skilur. Já, akkurat. Það er challenge, sko. Mér fannst allan að smá áskorun fyrst, sko. Já, 100% sko. En það og svo þegar maður er búinn að gera það og líka því að maður er alltaf að þjála sama tímana kannski og þá kynnistu líka fólkinu betur og fólk verður þægilegra. Já. En þetta var svona kannski hópþjálfunar punktur sem ég næst að huga. En þú veist það er líka sem við erum að gera mest, þannig að þú veist hann er örugglega að meina það. Næsta spurning, Dóri, þú ætlar að taka hana. Hæ, ég er búinn að vera að hlusta á tónlist síðan ég man eftir mér og ég er komin í freka mikil vandræði. Ég er góður gaur og myndi aldrei segja neitt til að særa neitt en uppáhaldslagið mitt er N***** As in Paris. Ég get aldrei sungið með í fullum hálsi hvað á ég að gera. Þetta er erfið. Learn to live with it, sko. Hvernig hún að gera? Learn. Sleppa og þetta bara blípa þetta orð, sko. Og var hvaða artisti var það sem sagði bara sko, syngdu með. Ef þetta er í the lyrics þá það er ekki bara einhverju gæi, ég veit hvað þú tala en ég veit til dæmis að Kendrick Lamar hann fekk einhvern tímann konu í hvítu konu upp á svið, tónleikum hjá sér að rappa eitthvað lag og hún sagði óspjart n-orðið í laginu og hann tók mækinn að henni og var þú þátt bókstaflega að blípa eitt orð, skilur og það búið hann allir og hún fór á sviðinu. Nei, fuck maður. Já, það var stórt mál á síðan tíma, sko. Hún bjóst kannski bara við að sviðið var aðeins stærra. Kannski. En ég myndi segja, sleppa því að segja það. Já, hlusta á meiri tónlist. Findu eitthvað annað upp á slag. Finna annað, já, upp á slag. Eða learn to live with it. Það er svona gott lag. Getur að lifa upp á slagið þitt. Já. Það ekki? Jú. Við erum að gera ráð fyrir að manneskinn sem sendir þetta er hvít manneskinn. Jú, getum gert það. Nei, maður, þú veist, jú. Já. Getum gert það fyrir hörin, svo gott að gera fyrir það. Hérna er pæling alveg út úr húsi, eins og maður segir. Michael Jackson. Hvað ætlar það að segja? Er ekki tengið Jú, hlusta á hans spurningamerki? Nei. Ó. Má hann? Hvítur eða svartur? Ó. Var hann ekki svartur? Svartur? Nei, hann ekki svartur. Og var með húðsjúkdóm? Nei, ég var ekki með húðsjúkdóm. Jú, hann segist... Ég veit hann er svona blítsja húðina sína eða eitthvað. Það ekki? Hann segist ekki hafa gert það. Já, það ekki. Já. I don't know. Dóri, come on. Oh, come on! Þú þekkir. Hann sagði líka, I didn't touch these kids. Já, reyndar. En ég er bara að pæla hérna út úr húsi. Fuck. Jú, hann má alveg segja n-orðið.
Hann má það. Við Já, kannski þetta ætlum ekki að gefa leyfi. Nei, við erum bara að spá í. Við erum bara að spá. Er illa að segja hann myndi segja, skilur? En hérna eitt. Það er ekki að segja. Ég veit það ekki. Það hafa margir tekið í það. Hvað veitum við um það? Hann hérna Mario. Mario. Hvað veitum við eitthvað sem við tölum um í þessu podcasti? Hann hérna Mario Judah. Já. Veitu hvað Mario Judah er? Mario Judah. Ég veit hver hann er, já. Hann er svona mjög, myndi flokka sem svona hvítur svartur artisti. Já. Og hann hérna, hann fekk mikið backlash frá sko hérna the black community, hann mætti ekki segja N-orðið. Það? En það var svona 50-50 upp á grínu, sumi bara Ég veit. Bara fólk segja bara, þú ert að segja þetta eins og niðrandi. Fuck. Já, ég skilji. En þú veist, og hann var bara, ég má alveg segja þetta. Ég var að lesa einhverja New York Times grein og þá var líka bara einmitt eitthvað fólk að segja bara það ætti ekki að vera að segja þetta orð, skiljur. Bara enginn. Bara enginn. Og svo Þú veist, það var einhverju með þann pól, skiljur. Það við tölum við hérna, hann heiti 69, nei, ég get alltaf sagt nafnið hans. 6ix9ine. 69, what the hell? 6ix9ine. Það er 6ix9ine. 6ix9ine, hérna, og hann er, ef hann er að googla mjög snögglega, Mexíkó. hann er frá, hann er svona Latin American held ég, en hann kemur frá, þú veist, hann kemur frá held ég Brooklyn. Já. Og það getur alveg fólk að segja upp en ég baði að googla, hann átti ekki að gera allt góða. Sorry, átti ég að gera það? Googla hvað hann 6ix9ine er? Já, googla það. En hérna, og hann er í viðtali og þá er ekkert verið að spurja hann bara, þú veist, hérna, af hverju lífið þér eins og þú megið segja þetta? Af því hann notar þetta orð, N-orðið, og hann er, þú veist, ekki, hérna, ekki svartur. Place of birth er bara New York. And heritage, er hann Puerto Rican? Og hann hérna, hann segir bara, þú veist, að þetta sé ekki máli með þetta orð, veist, fyrir honum er þetta orð bara orðið sko eins og, þú veist, hérna, Mexíkó, Puerto Rico. Eins og bara svona, já, bara Puerto Rico. Já, og Mexíkó. Já, en þú veist, hann notar þetta bara eins og svona, þú veist, þetta er ekki svona meiningin orðlengur, er þetta eins og svona millipartur í setningum hjá honum. Þú veist, bara svona áherslu orð sem hann notar, hann bara útskýrir bara, já, þú veist, það sem ég hérna grew up í Brooklyn, þú veist, þá er þetta bara, þetta orð bara er út allt hjá öllu þessu, hérna, hjá þeim öllum, sko, þannig að hann var bara dundrið, þannig að þetta er áhört með þetta orð, því að fyrst þessi spurning var að tala hvort það með það, þá veit ég kannski, hérna, hann vil meina, hann er með sterkur skoðunum að ef þú ert bara vafinn fyrir nútgrunns orðu, hann er greinilega, þú veist, hérna, í svona meira. Þessi gæi var ekki að spyrja þessu, hann var svo stöld, já. Hann er að spyrja sig að hann er hvítur. Nei, veit, en mín pæling kannski þannig með 6ix9ine er, þú veist, hvað ef hann er frá okkur Puerto Rico. Já, true, hann er, já. En ég held að þetta sé að hann er bara mjög fjárstæðikent orð frá okkur, sérstaklega, á Íslandi. Já, á Íslandi var held ég engin ástæð til þess að nota orð. Já. Þetta er gott að það er komið áhugaverð dæmi úr samfélaginu sem það hefur notað. Ég fíla það. En ég er bókslega, don't do it, sko. Já, what the hell. Ég er engin sérfræðingur í þessu, sko. Ég tek eina hefi hérna. Sælistrákar. Ég er búinn að vera að díla við það að börnin mín þola mig ekki. Ég er 37 ára gamall einstæður faðir og eftir að ég og konan skildu þá vilja börnin ekkert með mig hafa. Hvað get ég gert til þess að heilla þau eða þá til þess að verða betri vinur? Já, fucking heavy. Og ég bara aðeins fór að googla og bara svona lesa mig til bara hvað væri gott ráð fyrir þessu. Og besta sem ég las var svona good cop, bad cop vibes. Þannig að þú ert the good cop og þú ert the bad cop. Eða reyna að gera konuna. Eða reyna að gera konuna. Þetta er bara crazy sem þú sagði þessu. Hann reynir að gera konuna sína að bad cop. Nei, hann er the good cop og bad cop. Þannig að fyrst sem gerir, fyrst er the good cop. Hún mætir nachos, búðingur, Simpsons the movie er á borðinu. Það er bara awesome kvöld. Nákvæmlega, krakkarnir eru bara þetta er legendary. Allt í hennu, bad cop. Bara allir brúm, allir fór svo, ekkert meira nachos, Simpsons movie úr tækinu. Setur Desperate Housewives tækið eða eitthvað sem börnin henni ekki horfa á, skil ég alveg. Ok, og þau var daginn eftir og þú ert horfinn. Þú ert farinn. Og það er ekki hægt að finna þig og maður what the fuck. 6 mánuðir seinna, þá kemur í sjónvarpinu Íslands Got Talent með nýri konu, bara glæni kona, engin síðan og allir what the hell, hey, mamma, þetta er pappi í sjónvarpinu. Og verður eitthvað viðtal við þig. Viltu ekki bara rúla inn á? Búm, þú búm bara einhvern svona 5 bandar, hvernig get ég rúlað? Ég get bara labbað. Og þú verður mjög mikilvægt að vera að gera það. Ég veit ekki hvað Þú verður að gera það. Þú verður að gera það á stóru sviði. Þú verður að passa að sviðið sé stórt.
Og þið skiljið væntanlega af hverju sviðið, þú veist, maður er að búast við því að sviðið sé stórt fyrirfram. Ok, og þú veist, the rest is history væntanlega. Og þú skilur hvert hlutin fara hana. Golden Buzzer, eða? Það sem maður býst við Golden Buzzer, það er að segja ef að sviðið er mjög stórt, þá ertu að fara að fá Golden Buzzer, skilur. En já, ég veit ekki hvað gerir ef sviðið er ekki nógu stórt. Þá verður þetta bara fucking vandræðalegt. Já. Hérna er núna pælingin. Hvað heldur þessi margir sem að fatta ekki brandara? Þetta er ekki brandari. Ég var að fara í næsta. Nei, veit ég ætla að koma eitt punkt hérna. Eitt hérna eins og þess að segja ég myndi tveir pælingar með þetta. Fyrst er svo að ég myndi, ef ég var hana, ég myndi Marvel þetta. Marvel? Ég myndi Marvel. Og ég er ekki að tala um að sína krökkunum Marvel myndirnar. Nei. Ég er að tala Þú myndi búið til Iron Man suit? Nei. Fight crime? Ég myndi setja upp þannig I'm the superhero. Their mother, the fucking bad guy. The villain. Það? 100%. Heyrðu, krakkar, ég var að segja ykkur eitt. Your mother trying to destroy half of the universe. Eitthvað vel íkt. Eitthvað vel íkt. Og þú hérna Já, það er næsti lið bara. Já, næsti lið, já. Og þú ert sko að hérna svona, það er svona flashes af þér kannski að, þú veist, þú missir hérna, þú missir skikkjuna úr skápnum með eitthvað, setja hann aftur inn, krakkarnir halda. Ok, anyways, burt sér frá þessari hugmynd, hinn pælingin var að þessi mannski sem er að senda dagbæti, og hún er að búast við því að þú gefir svona upplýsingar, eða hérna, svar frá þinni reynslu. Hefði ekki mannski geta googlað alveg sjálf? Jú, og fyrsta sem komið upp væri bara, þú veist, good cop, bad cop aðferðin. Já, með sviðinu. Þarna kom þetta, nú heyri ég mér. Ég heyri ekki í mér á hann. Með sviðið er svona, þú veist, fyrir lengra komna, mjög flókin pæling, eitthvað. Heyri ég ykkur núna? Núna heyri ég mér, já. Kom í alveg good cop, bad cop? Já, þetta er aðteknin. Og langflestir gerir þetta good cop, bad cop. Ef að ringja í einstæðan föður. Var ekki það? Einstæðan föður, sem það, einstæðan faðir. Ringi einstæðan faðir. Við skulum ekki fara í íslensku spjalla hér samt. What the hell, Jansel. Og hvað er næsti liður? Næsti liður, það er alltaf að hringja eldsnögt eitt símtal. Og það sem þetta er að þetta er, maður stjálf símar hínundari, tengdur. Þetta er liður í 9. Þetta er Awesome Competition. Og núna, hérifrá, frá og með þætti 67, byrjum við 3 í Awesome Competition. Hvað þýðir það? Við erum bara að komast að því hver er mest awesome. Og það sem við ætlum að gera núna er að ég er að fara að trakka núna. Bensi, ætlum að síma þinna? Já. Getur þú verið tímaörður? Já. Við ætlum að tjekka hvað ég get verið lengi, hringt í mannesku og ég ætla að hringa í systur mína og ég ætla ekki að segja neitt. Það verður bara tómar fyllingar og ég ætla að sjá bara hvað gengur lengi þangað til að ég krakka eða þá getur hún bara fuck off og skellir á eða eitthvað svo leiðis. Ok. Ekki? Hljómar ekkert eðlilega vel. Ég er mjög stressaður. Já, ég er mjög stressaður líka. Erum við að gera líka þessum þætti? Ég vona ekki. Nei, þið er ekki núna. Í augnablikinu næst ekki síman. Fuck me, maður. Þú verður að velja einhvern annan, eða við velja einhvern. Pappa þinn, það var mikið það. Nei. Mömmu þína? Nei, ég meika ekki, sko. En hvað með að við hringjum í, þú veist, einhvern sameiginlegan vin, hérna... Ömmu þína. Nei, ömmu? Þekkið þið ömmu það? Nei, reyndar ekki neitt. Nei. En hringjum í... Ertu með símanúmer hjá, þú veist, Hann verður að hringja einhvern maður að segja. Ég er að prófa hérna að hringja annar staðar, sko. Já, hérna, á Facebook. Og það á Facebookinu mínuna, þú veist það. Ha? Já, ég veit það. Já, það útskýrir af hverju hún... Nei, hún er með Dóra blokkaðan. Er það að hringja? Kemur alltaf, ég heyr ekki neitt, sko. Nei. Ég er ekki að veist. Ég held að það fari ekki Bluetoothið hérna Facebook. Það gerði það einu sinni, ekki það? Já. Ok, tjekkum á það. Hvern annars hefur látað hringi? Það er fyrir eitthvað flóki, sko. Gunnar Nelson. Já, látað hringi Gunnar Nelson. Ekki gera það. Shit. Jú, það er geðveikt gott. Það er mjög fyndið, sko. Við þurfum bæði að fá hann aftur, að því hann var að signa UFC deal. Já, það er hjútt, ég er mjög til að. Hringjum í Gunnar. Ég gera það. Já, það er leitt. Dóri, er ég að hringja þínu Facebooki í Gunnar? Það er ekkert grunnsalegt að... Nei, ertu ekki með númer hans? Ég er með númer hans. Það ekki að segja það upp á þetta. Ég var einhvern tíma nettir. Hérna. Veistu hvað? Ég gera það? Fuck maður. Ég ekki sér gera það, sko. Just do it, Nike. En hvað ætlar að gera? Þú mátt segja fólki hvað ætlar að gera? Já, ég er að fara að segja ekkert eins lengi ég get. Ok. Heyrðu þið? Slökk á mækarum.
Ég heyri ekkert núna sko, það sendur calling samt. Halló? Sælir, Gunni. Já, Blessaður, þetta er Böddi. sæl. Blessaður boss, ég var bara að spá, ég vona að ég sé ekki, ég hitt ekki illa á þig tímalega eða hvað? Nei. Nei, ekki, sorry, ég er ekki að hringja á mín síma, ég hringi Símon og Dóra, sko, ég var bara eitthvað að spá, þú veist, ég veit ekki hvernig ég ætla að koma þessu frá mér, sko, þetta er smá svona skrítið svona, með, þú veist, upp á daginn að gera, ég veit svona ekki alveg, heyrist í mér? Já, ég heyri þér. Ok, gett, ég ætlaði ekki að vera truflað að hafa þetta langt, sko, ég bara, Nei, allt í góð, ég er slækur, sko. Gekja. Ég var bara að spá, þú veist, svona að koma sér fram með bara upp á daginn að gera, þú veist. Þetta eitthvað skemmt, það? Fuck. Djúvill var ég fucking lélegur maður. Það var ekki nógu gott. Þetta er Sterakastið podcast. Þetta er smá keppni. Shit. Fuck, ég var svo vandræðilegur. Keppnin er að segja ekki neitt eins lengi að maður getur. Og ég náði 55 sekundum. Fuck, hvað ég skeitt. Planið var fyrst að hringja systir mína og síminn hennar var döður. Gunni, hvað helst að Böddi var að segja? Helst að maður bara fá eitthvað kast? Ég held fyrst að eitthvað slæmt að gert. Já, það hljómaði eitthvað stressaður í símann. Og ég var svona eitthvað djöfulinn hefur gert. Shit. Og síðan varst þess að tregar komast út og síðan var ég fann að aldrei væri skakkur. Þannig að ég fatt að líka mjög þú svarar. Síðan svona undir lokin á grunar með að þetta væri eitthvað svona skemmt. Það var sko ekki fyrir henni bara leið þú svarar, þá var ég fuck, þetta er Síminn hans Dóra. Ég þetta er Síminn hans Dóra, Ég sá hann er greinlega jápunktur. Já, ok. Shit, maður, herru. Þetta var ekkert eðlilega sorry með þetta. Annars heldur ekki að trufla þig einhver lengi, við kannski, er þið sama við póstumis eða? Jú, mjög máli. Shit. Síðan, erum við ekki fara út að sjá okkar mann eða? Jú. Hvenær er þetta að berjast, Gunni? 19. mars. Það er bara komið dagsetning og allt. Já. Dagsetning og anstæðingu og allt komið. Klappa og klapp. Við fáum þig kannski í þáttinn áður en þú berst. Kemur ljós, hjáum til. Akkurat. Herru, takk fyrir að svara og nenn að hlusta á Bödda og tala mikið nefn. Shit, hvað meikar þessar 55 sekundum. Djúvill fannst mér þetta erfitt. Fuck me. Herru, geggjær. Sjáum menn. Já, sjáum það morgun. Hér það, bye. Shit. Þetta var 50 sinnum erfiðara af því að þetta var, ég ætla að hringi í systir mína, Easy. Og svo bara, nei, Gunn Nelson, ég var, fuck, ok. Sko, það sem er svo fuck fyndið við þetta er, þú veist, við erum hérna bara, oh my god, þetta er ekkert eðlilega, þetta er svo vandræðilegt. Þetta er svo erfitt að hlusta á þetta. En maður hugsa að Gunni, hann er bara, shit, hvað er hann að fara að segja mér? Já, ég hugsaði. Þeir eru hendur í, ég veit ekki alveg hvernig ég á að segja þér þetta. Við erum komið svo frá mér. Sorry, það er mest að svona, þú veist, ég er að fara að hætta með þér eða eitthvað. Þegar ég var að ímynda mér þetta fyrst, þá var ég svona, ég vil fá svona fucking spýttis út af maður, skilur. En Gunni var óslega, hvað? Já, hann var alveg stoic, sko. Ok. Sveitnaður við þetta? Ég svitnaði við þetta. Ég var sko að loka augunum og var bara ekkert eðlilega mikið vandað mig og bara, heyrðu á röddinu mín líka, ég var bara orðinn stressað. Þetta var líka, þú varst alveg done. Eftir 30 sekúndur varst að tala í hringi. Þú varst að það er nákvæmlega sama aftur. Ég gæti ekki spuna meira, sko, þetta var fucking, þetta var weak, sko. Stressibókslega tók ég, þetta var ekki weak, það fyrst getið. 50 sek versus, sko, erfið manni, hann var alveg bara þólum og að gefa þér tíma. Vá, fuck maður, þetta var awesome. En mjög duglegur. Já, takk maður. Vel gert. Stressið tók sem þið yfir, það er fakt. Við tökum í næsta. Við tökum næsta challenge. Ætlaðu að gera alveg eins, eða ætlaðu að gera öðruvísi? Ég peppa alveg eins, 55 sekundur mjög fyndið. Já, það er gott. Shit, ég þarf bara að fara heim og æfa mig, hringi ég eitthvað leið. Ég var með smá svona dialog, plana hausnum mínum. Já. En síðan byrjuði ég og ég var, ég held ég sé meitt trikk til að ná góðan tíma. Við þurfum reglu, sko, af því að þú veist, máttu spyrja spurninga eða ertu bara að tala í hringi? Ég hugsaði að þetta væri, þú ert ekki að koma neinn á framfæri, þú ert bara að draga samtala á langin. Já, þú ert bara, þú hendur í, já, hvað er ég trúblaði? Já, ok, hitti í lá, það má held ég, en þú veist, það er náttúrulega einhver ástæð á hverju við erum að hringi einhverja manneski. Já, og þú kemur aldrei að ástæðinni, skilju. Það er svona pælingin, eins og ég skildi það.
Ég held að það væri best. Ok. Þannig að mættir vera bara, já, ok, og þú ert bara heima eða? Þú veist, maður á að byrja kannski bara að segja bara já, það er eitt hérna, ég er búin að vera að pæla í henni en þú veist, ertu bara, Já, ég skilji. það er með tíma í að spjalla eins, eitthvað. Það er alveg vissum að þau tíma. Já, þetta hefði verið, fuck maður, því ég hugsaði eftir higgja, þetta má vera, þetta er þarna sem ég tengt þarna sem við tala um daginn, þú veist, þarna, ég veit ekki alveg hvernig maður getur sagt þetta öðru sem að vera eitthvað skrítinn, sko, skilju, þannig að fólk er bara svona, hvað er fokkanum að segja, skilju, en svo fór ég bara hlægi í lokinu og hann heyrði þér alltaf hláturinn. Já, þetta er líka bara bókstaflega, hversu lengi getur það verið vandræðalegur challenge. Ef við æfum okkur reglulega awesome competition, þá eigum við að vera að ná bara 2-3 mínútum. Já. Þá getur fólk fucking ældis út þér. Ég fíla það. Ok. Ef að fara næsta leið? Já, ég veit til. Ef að halda að fara með heyrnartól, núna. Tökum það af, ekki? Já. Ok. Jú, það eru slökkaðan bara. Shit. Þetta fucking epic liður. Já, var velgjast. Djúvill, varst mér þetta miklu erfinn bjóst við. Ef að fólk er að horfa á þetta á YouTube þá sér það líka hvað ég og Dóri erum í angist að horfa á þetta. Ég lokaði augunum og roðnaði kinnunum og sko. Fuck me. En djúvill var þetta svona skemmtilegt eitthvað. Þetta var svo fyndið. Ætlum við að hendi í top 3 hjá þér? Heyrðu, já, það var nefnilega skilmissingur hjá okkur. Síminn er alveg þetta, en það sem gerist ég sendi, heyrðu strákar, þetta er top 3 og þeir sáu það ekki, þannig að þeir voru með annað top 3 sem þeir græði. Þannig ég ætla að lesa mitt top 3 upp og ég sendi það ekki. Þannig ég basically var að taka top 3, 1 í gegn og síðan hlýða taka top 3. Við kommentum kannski eitthvað á það. Það verður svolítið skemmtilegt. Ég hef eiginlega aldrei skrifað niður top 3. Þú ert líka Þú hefur endur alltaf wingað frekar vel. Það er alveg best. Drullu vel, já. Hvað er undir álega það maður frekar góður á, sko. Ef það eru góð mikið stress má ekki taka yfir. Ok, fyrsta hérna. Top 3 dance moves in the club eða at the party. Ok, þetta er ekkert það spicy liður, en þetta er liður. Og maður getur svona spáðið þessu. Hvað eru go-to dance moves til þess að taka at the club eða at the party? Ég ætla að taka það fyrst. Hérna er þetta hjá mér. Þriðja er, þú ert svona, þú ert á klúbb, helst það sem eru mjög margir og þú ert svona grátt svæði fullur. Þú ert ekki alveg búinn að sleppa þér fullur, en þú ert svona, samtalið smá finnur á þér, skiljið hvað ég meina? Þú ert svona nýbyrjar finna á þér, svona svolítið loose, skiljið. Tipsy. Já, þetta er mest það sem er svona svolítið óöryggir. Þannig að það sem þú gerir, að standa upp að það. Já, standa upp. Við getum lýst þessu líka. Böddur að standa upp okkur núna, hann er að flækjast í, hann er að færa stólina eins. Hann heitir svona on and off. Þannig að þú ert kannski ekki með neitt. Nú er ég off og síðan verð ég on. Já, nice. Fattu hvað ég meina? Þú ert ekki alveg full on loose fullur. Bóðlega dansaði einhver múi í svona 3 sek, hætti í 3 sek. En hann, búm, 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 dansa og svo chilla, slagur, checka surrounding og svo bam, bam. Sprinkler. Og það er þetta mjög gott, það gefur líka tíma til þess að hugsa næsta múf. Og þú getur, var einhver að horfa? Og hver voru the reactions? Þetta er líka sko, mist alltaf að fólk eiga í rassfasanum dansmúf sem að getur tekið ef það myndast hringur. Já, það er mest. Af því það er ekkert verið að vera nei, að þú veist, jú koma Tómas, ég hringi með, nei takk, ég kann ekki þess, nei. Þú vilt ekki vera þessi gæi. Nei, ég var síðan allt í hennu. Jú. Tekur orminn. Já, til dæmis. Ormurinn, learn that shit, það er alltaf að fara að gera góða hluti. Jafnvel, þú tekur lélegan orm, fólk er að fyrir, oh my god, lol. Já, að hendi svona, this should be an epic move. Dansmove, þótt að þú gerði ekki epic, það er allir bara, þetta er epic. Þetta er hvað senasta move sem ég gerði á dregin dansring. Hvað? Skíðagæi, skíða. Það er basically bara að hugsa, maður bara að hugsa einhvað activity. Sparka boll, repeat it, sem þú getur gert aftur og aftur. Tennis, hoppa. Já. Að ég segja hvað ég skýrði í dansmove nr. 2. Já. Það heitir Yesterday was a movie. Þannig að þú gerir hennar dans og daginn eftir segiru Yesterday was a movie. Þannig að þú uppfyllir heilan dans, vaknar næsta dag og segir þetta. Ef þú gerir dansinn þetta kvöld, þá segiru daginn eftir hey guys, yesterday was a movie. Og hvernig er dansinn? Hann er svona, þetta er beer, sem ég held á. Kinga kollið með beer. Já. Og svo hendi ég held að 97% tilfella þegar fólk segir yesterday was a movie þá dansaði fólk svona á klubnum. Það er enda hálfrétt. Ok, 97, en þessi 3%. Það eru þið tveir.
taka orminn. Og við segjum Yesterday was a movie. Ég hef aldrei sagt það svona. Ég hef alltaf sagt Yesterday was sort of a movie. Yesterday was a horror movie. Horror movie. Fyrsta sæti. Segjum fyrsta sæti, já. Skjóttu. Ég er búinn að glemma hvað ég skrifa. Já, línudans. Það Oh, nett. nice. Ekki, easy. Jú. Hey DJ, put Cotton Eye Joe on. I've been married a Ég long hugsaði time þess ago. líka, pældi í Rockstar, að það er fucking EDM í gangi, þú línudans. Já, það er líka nett. Fuck it. Það er fucking góður að svona shuffla. Damn, ég glemdi shuffla. Fuck, Það er nefnilega nett, sko. það er fucking nett. Fuck, ég skeitt. Herri, ég ætla að taka sér næst, þetta var fljótar, þetta er svo Ef lengi við ég dance núna. moves, við fáum ekki honorable mentions hérna. Jú, hendi ég honorable mentions. Honorable mentions. Chicken dance. Chicken dance. En getur maður tekið það, bara, það er líka awesome, bara EDM. Hey DJ, put on the chicken song. Nei, en að gera ekki við chicken song. Ha? En að gera ekki við chicken song. Já, það virkar. Honorable mentions, Víkingaklappið. Fucking respect. Það er ringin. Byrja. Oh my god, það er nett. Það er nett. Honorable mentions. Hérna Magic Mike grænda gólfi stæl yfir í orminn. Já. Eða segja, hey, you Það er there, respect. you lady over there, come take a seat. Og hún sest með stól í miðinni, svo grændar hana í 30 mínútur. With consent. With, já, Full on consent. Þú sagðir, hey, would you mind, þú glemdi að segja það, would you mind if I danced on you for 30 Nei, minutes? segja, hey, you over there, sit down in that chair! Síðan kvistar þau, En, would you mind if I would dance with you for 30 minutes? Já. Og hún segir, yes, þá dansar þau. Og hún segir, no, þá segir, I don't even want to dance. Það er burt. I don't even want to dance no more. I didn't even want to dance with you anyways. Þá segir það. You actually had a chance with, you actually thought you had a chance with me? Segir það. Hendi, hey, you wanna dance? Yes. Good for you. I'm leaving. Well, you shouldn't. Well, I have a hip injury, so I can't. You have a good time, though. Gríns. Yfir í annað. Every number one dance move all time. Sérstaklega what Benji Bason. The Robot. Já, þú ert fucking crazy að gera The Robot. Það er á einum sterkasti post, þú að taka The Robot. Já, bara þú í mennskóla. Já. Menntaskóla. Já, þú tókst þau upp í mennskóla. Þú tókst þau upp. En skrítið hvernig það... Ó, þessi grunnskóla? Grunnskóla, sko. What the hell, varst þú löglega 50-year-old man í grunnskóla? Benji hefði bókslega getið unnið Ísland Got Talent þegar hann færði að gera robotinn. Það er bókstila, þú gerði það tvisvar. En það sem er svona, fólk veit þetta ekki, en hérna, Benji er oft líka kallaður The Robot þegar hann er in bed. Já. The Robot in the bed. Þetta er bara út á röddinni samt. Að því að ég Er þetta góð? Er þetta gaman? Er þetta það sem humans gera? Þessi er hverju? Út af ólíunni. Respect. Respect. Ok, ég ætla að vera mjög fljótur með næsta. Lubricate or lose yourself to hate. Bestu þrjú væpin. Top 3 væpin. Ok, ég með nokkur. Þriðja sæti væpið er God Complex, Front Double Bicep fyrir fram á speilinu bæði. Þessi. En á speil, já. God Complex. God Complex. I am a god, horfði speil. I'm a golden god. Það er væp. Það er En vibe. það er þriðja sæti af þreymurina. Ég er að fíla það vibe. Þetta er svona I'm a god. I'm a god. I'm a golden god. Já. Af hverju er golden god? Haldi kæfti. I'm a silver god. Nei, gold. Þetta er úr hérna Always Sunny Philadelphia. Það? Já. I'm a golden god! Þetta var þessi, svo movie. En nummer 2. Nummer 2 er þú ert að drekka alcoholic beverage að drífa... Hvað þú alltaf að íta undir Jesus alkohol? fucking Christ, maður. Það má ekki neitt lengur. Eitt sem má ekki. Segja enn-orðið. Sérstaklega hvítur. Getum við left þessu? Þinn er gott. Ok, keep it going. Vera að GMT, vera svona smá seinna og vera að græja sig fyrir jammið. Ó, það er svo gaman. Það er geggjað. Og vera Það er að besta drekka mótið. alcoholic beverage sem er. Sérstaklega, ég var að klára school's over, summer break starting, ég er GMT fyrir fyrsta jam sumarsins Og maður setur á góð tónlist. og þú setur á nýja lagi sem er svo gott, nýja lagi sem er svo rosalega gott og þetta finnst þetta svo gott lag
Langt síðan að maður hefur liðið þannig. Eitt daldi hérna Langt síðan maður hlusta á tónlist. Eitt daldi overly hype sturtu bjórs. Awesome Er það samt, overly hyped? smá awesome, en ekki jafn Mér finnst það awesome mjög og margir awesome. hæpa. Ég Hversu gotta go bókstaflega expensive fer on this heitt one. vatn í Já, það bjórinn? fer heitt vatn í bjórinn. Nei. Eða, þú veist, maður fer aðeins fyrir utan. Bókstaflega þú ert að reyna piss sturtu, gleymdir og setti bjórin við hliðina á. Pissaði björn. Pissaði það síðan. Þetta er þetta classic. Það er reyndar. Bragðast dálítið Secret trick. Ef þú ætlar í kalda, nei fyrir ekki, ef þú ætlar í Sánu. styrstu. Heita pott. Sund. Fara í kaldastyrstu. Kæla niður bjórinn saman tíma og draka hann. Og minga tippið. Og Ego, þetta var hans beilin. Þetta er ekki God complex lengur. Jú, ekki gæni sem taka God complex with the miniature sculpture. Ég var ennþá minni samt. Disappear style. Já, disappear mode. Houdini mode. Jokes. Now you see me, Crazy now you zoom in don't. goggles. Sagði, já. You should have brought your microscope. I brought your microscope. Fyrsta sæti er svona, oh shit, it's on. Mode. Nei, bara Vibe, meina ég. besta, bara awesome tilfinning. Talið Svona, með gælu. Með manneskju. með kæristinu minni. Þú ert tala þegar þú ert með random gælu. Nei, ég er ekki að tala whenever it's on. Ég er að meina Með kæristinu þinni. Hvernig á ég tengja við þetta mút með kæristinu þinni? Nei, Bensi. Ég er að tala þú ert kannski búin að vera, þú veist, reyna við stelpu, þú ert rosa hrifin af stelpu, eða strák, og það er svona, oh shit, það er ekki að fara að gerast. Það er awesome vibe. Já. Ég man bara fyrst, veitu hvað, ég fucking gerði því. Pulls out a gun on you. Nei. Jú. Nei. Jú. Það er ekki awesome. Var með the gun og skýtur, turns out, það var búið fyrir aftan þig. Já. Þegar ég er að kynna Berglindi, fyrir partí hittumst eitthvað förum saman síðan, tökum hoppjól, vorum að kíkja á íbúðuna mína. Saman hoppjóli? Já, en íbúð mín er ekki einu snetti, hún er bara bara... Að þú endorsa þessi message, já? Nei, bara kíkjum, bara viltu kíkja, skoða íbúðuna? Hún bara, ég til það, let's do it. Þetta var svona vilt, já. Við förum, með bara stólum, tveimur bjórum, og það var hátalari, við hlustum á tónlist og vorum að spjalla. Frekar romantic, sko, mjög skemmtilegt. Ég er svo fucking vandræðilegur að ég sitt sem hlýna á henni og mér finnst ég verið búin að make a move en ég held ég sé bara fucking stressað og gaur. Þess ég að make a move er bara eitthvað skilur. Þetta var náttúrulega gott move. Þetta var gott move. Grab the elbow style. Elbow style. Ég var að grínast. Horniest spot on the body. Þannig ég spyr hana bókstaflega, viltu kyssast? Eða, það má ekki glemma því að ég sagði það. Ég sagði, viltu kyssast Eða bara. Nei, þetta var svo, það sem er svo weak við það, er að ég gæti ekki bara eitthvað, viltu kyssast? Og bara, spurningamerki. Þetta var, viltu kyssast eða? Sem er svona alveg sama. Við var ekki alveg sama, ég var eitthvað svona, skilja, whatever. Kyssast eða ég var drugin heim. Og hún fór hlátskast og sagði nei. Og ég var, I hate my life, what have I done? I can't believe I've done this to myself. En síðan héldi áfram að chilla. Og síðan, setna inn í kvöldi, að þá hugsaði ég, oh my god, það getur eitthvað gæst. Hún sagði nei. Hún sagði nei. Hún fór hlæja, hún fór fyrst að hlæja og sagði nei. Nei, þú ert my bro. Þú ert my homie. Nei, þú ert eins og bróðið minn. Buddy tók þetta svona, You're hann like a var brother í to me. partí, Buddy verið í partí mikið það. Hey, viltu koma sko ókláruðu í penthouse íbúðuna mína? Ég er að gera nepp. Gottu hoppa á hoppjóli með mér. Steldu sem bjórum. First like, what woman would say no to that? Ég veit með einu sem sagði já. Ég veit með einu sem sagði nei við að kissa. Ok, ég skal leira þetta aðeins. Hún sagði og það hljómaði svo nei. Það hljómaði svo nei. Það hljómaði smá eins og nei. Og svo eftir, hún var bara að jafnast eftir 3 mínútur eitthvað. Á hlón, hún sagði nei. Nei. Ég er að tjóka. Hún bara hlátskast að segja nei. Hvernig ætli þið að kissast svo? Vonandi einhvern tímann. Já, það er draumurinn. Kissa gælu. Það er draumur. Kissa konu sem elskar mann. Þá er ég living the dream. Me too. Byltingin var mjög mikilvæg fyrir Íslands samfélag. Byltingin? Já, me too byltingin. Já. Það eru nokkru sem orðið. Alltaf ég. Hvað sagðir þú? Hæ? Top 3 ástæður til þess að put a gun to somebody's face. 3. sæti, viðurkennir ekki að shit sem er gott, sé gott. As in, oi, súri gúrkur eru ógeð. Við áttum að fá að gera mood líka, ekki? Ok, Ok, mér finnst gott mood, gummimút. Þegar maður er, maður er gummi.
Sem til dæmis núna. Gummi baby. Herru, Það er svo crazy að sjá hvaða myndavél Hlynur er að skipta á. Já. Það er svo Hlynur sé svona tölva, er svona í Já. kringum okkur. Hlynur er basically the newest AI frá Mark Wahlberg. Frá Mark Wahlberg. Talandi Mark Wahlberg, annar mood. Mark Wahlberg mood. Já, það er Alien feikt mood. Útskýrðu það mood, Bessi. Mood, vakna klukkan 4. Jesus, klukktími. Hann gerir það. Já. Ekki klukkutími, það er kortir eða eitthvað. Klukku, tími. Já. Það er svo gaman þegar þú endur í. Já. Hver? Þú varst ekki ráðan, þú veist. Jölunni? Já. Ég veit, það er mannlega. Ok, pretty Jesus, klukktími. Workout, 2 tímar. Hey, new wave. Halda mæknum all tíma. Beint, borða mat, 10 mínútur. Ekki. Næstu þegar við fáum gest, getum við allir haldið á mæknum. Við gerum svona. Verð þú með mækinu mín? Nei. Ekki þú haldi minn. Haldu bara þannig. Nei, byrju, hvernig getur þú gert? Gerum við... Þeir eru mixing up the order. Svona? Þetta er ekki fyndið, skilja þessu. En það var smá fyndið. Anyways, ég ætla að koma með brandara sem ég ætla að setja 10 sinni viðbútt Bible studies inn í Mark Wahlberg lifestyle en það er bara búið. Höldum bara honum. Ég held að við verðum eins. Hvað var þetta búið? Ok, fleiri vibes? Nei. Ok, glæsilegt og held ég áfram. Jesus fucking Kristur. Ok. Eitthvað, þú ert eitthvað top 3 reasons to put a gun to somebody's head. Já, somebody's face. Þessu fólk, að heyra þetta? Þetta er sem Böddi Þetta er sem Böddi hugsar Eða það sem hann byggir okkur að gera top 3. Já, þið eru með... Strákar, getur við please gett þennan lið? Top 3 reasons to put a guns to somebody's heads. Og shoot them. In the face. Ég segi það endur ekki. Ég segi bara gun to the face. Það er enda rétt sér. Ok, þriðja sæti var sem sagði á hann. Fólk sem að viðurkennir ekki... Put a gun. Put a gun. It's in your face. Put a gun to your face. Þannig að það er svona gun sem skýtur puttum in your face. Nei. Þú puttar. Finger bang. Gun to the face. Finger bang the gun. To the Í the face. Já, eins og þú talar í senast þetta. Það setja puttan í byssuna. Já. Og það er the face of the gun. Pæli hvað ég reddi ykkur alltaf. Þú ert líka bestur. Þegar hvað það gummi er gott. Þriðja sæti er þú ert skilið gun to the face. Þú ert the type of person. skilið? Hvað er spurning? Gun to the face. Hvað er spurning? Gun to the face. Ekki vera shot in the face. Hver á skilið gun to the face? Ég byrjaði að nefna nöfn. Daniel Hinrik Ragnarsson og hennar Bubbi Danielsson. Nei, ok. Daniel Hinrik Ragnarsson right now. Daniel Hinrik Ragnarsson stocks right now. Ok, það er að við kynna ekki hlutir sem eru góðir síðan góðir. Já, vitið hvað ég tala um? Majónes er ógeð. Að því ég skil að majónes er en það er samt, þú veist, það er ástæð fyrir þér og öllum hamburgurum. Setja eins og Þú veist, að þú viðurkennir ekki að hlutir sem eru fucking góðir. Nei, spurningar að sjálfa. Hvað meinar þið? Top 3 reasons to put a gun to somebody's face. Ok. One reason, when you ask somebody to repeat themselves 5 times. Þú veist, þetta annars sætið mér. Kill me. Fattiði mig, með þriðsæti? Majónes. Nei, súra gúrkur. Ananas og pizzu. Ég get það. Já, það er gott. Já. Og svo eru nokkur nei-segir sem að, það er Já, sem að segja no fruit on Já, pizza. Af hverju? Sá það í meme á Facebook. Já, Og 9 gag. 9 Já, gag sá það facts. á Demlol. Þannig að pizza. Það er svo góð. Damn lol pizza Fruit on pizza Getur við byrjað að segja Það er víst comes in with pizza box Me gusta Já. Með Gústa Bring it back. Pineapple on pizza Ég ætla að byrja að segja þetta. Hérna, Halldór, þú bæti ekki með til mín innskristu. Hei Halldór, hérna, we had to cut back út reikin. Hvað segir Rósaði því? Líka að byrja á Impossible. Impossible Já. Það var fucking famous maður líka Það var fucking famous. Jackie Chan. Það er ekki smá. Er það smá racist? Já. Just. Já, var það asísku gaur að gera Já, Impossible? Jackie Chan, ekki? Jú. Já, það er smá racist Impossible Það er racist. Er það racist? Já. Ég myndi halda það. Ok, fyrst sæti er Nei, nummer 2, já, ég ætti eftir að gera það
Fuck, við erum ekki ég glemdi að vinna þessar skemmtunar. Nei, það gefur ekki, eins og þú gerir núna, annars þetta gefur ekki fake laugh fyrir gott effort. Já. Ég gaf gott effort í maður þú hendur smá, Mér finnst þetta betra að taka death stare eftir bad joke. Mér finnst það gott líka. Okkur þremur, og kannski svona 2 öðrum í heiminu. Já. Það var það, þú veist mér vildi segja þetta. Ég hendi alltaf. Já, það er classic. Bara þeir í vinnunni. Það er bara í vinnunni. Bara þeir í vinnunni. Bara þeir í vinnunni. Bara hefði borgað. Bókstæðilega að fá borgað til að lægja. Lélhugum brendurum. Borgað fyrir að lægja. Fyrsta sæti er hann disrespects eða hún disrespects a woman. That's right. Bara woman. Sérstaklega my woman. Ertu að tala misogyny? Misogyny. You gotta speak to me in Icelandic, my man. Að hata konur. Nei, ef þú disrespectar a woman einu sinni, byrtist a sudden bottle tantrum with a gun to your face. Ok, fíla. Respect. En ef the woman is a criminal. Ekki mér að kenna. And everyone likes to be disrespected. Ekki mér að kenna. Don't do it. Never do it. Never do it. I think they're fetish. Not my problem. Not my problem, the gun's gonna be there. Ok, þannig að þú ætlar að fetish-shama fólk núna. Live á podcast þér. Fuck it, ég ætla að fetish-shama live. Það er svo óþægilegt þessi 4 myndavélar að horfa á mig. 5. 1, 2, 3, 4. Við þurfum vel að I'm on to you. Tökum Dino Robot. Þetta er nefnilega hella view sko. Við þurfum að taka mynda þessu fyrir að sína fólki á Instagram okkar. Stærikast eru skuldsett yfir höfuð. Við hefum kannski getið að kaupa 4 myndavélar. Já, þegar við erum eftir að fá útboka. Já, beint á Ég er kvöldi. búin að kaupa jólagjafir. Vissu að 1 af hverjum 3 Ameríkönum er $1,000 in debt on their credit cards. Vissu þú að nærði allir sem búi í Bandaríkjunum eru kanar? Eru kanar? Já. Ameríkanar? Já. Nærði allir? Sem búi þar, já. Og restin eru túristar? Illegal immigrants. Illegal immigrants? Illegal immigrants. Ég held að sé alveg frekar mikið túristum og mikið immigrants. Þannig að Hvað er- bara því hlutfallið næst í allir. 1% ekki. Nei. Hvað heldur sé margir hennar sem eru skiptinnemar, margir hennar heimsækja fjölskyldurnar sínar, margir hennar með tímabundið vísa, margir hennar okkur túristar eða illegal immigrants. Vissu hvað þetta var? Núna var svona klift af Facebook hérna World Fit Coach Pones Mjölnir Coach og ég að segja þetta, já, og þú, ok, what about the cross-generation, rural-nation, what about the cross-nation, laugh-inflation, Ógreins. illegal Frasier-nation og ég he showed him, stendur textanum fyrir neðan. Sko, yearly þá eru Bandaríkjamenn að fá cirka 80 million international visitors. Já, og sko ég fá marga krónulæðurinn með okkur mínútu. 80 miljón. 80 miljón. Okkur mínútu. Mhm. That makes you the richest man alive. Þá er ég yfir 1000 milljónir á einu ári. Þið tekið top 3 sér. Top 3 sem ég og Ben setjum að taka eru, ég spurði strákana, hann ætlaði að koma með nýtt ár. Hvað ár er? 2002. Fuck. Og með nýju ári þá koma nýjar væntingar. Ný vonbrigði. Ný vonbrigði til dæmis. Þetta getur verið vonbrigði. Damn, hvað segir nýtt ár, ný vonbrigði? Nýtt ár. Veistu hvað? Það er bara tíma fyrir ný vonbrigði. Keep your expectations low and your hopes high. And your standards higher. Stands higher and your credit card higher. Nei, credit number score higher. Expect hérna nei. Nei. Expect the unexpected. Nei, expect the patronum. Nei. Expelliarmus. Wow, Wingardium Leviosa. Já. Nei. Wingardium Chili Sosa. Damn, Wingardium Chili Sosa. Wingardium Chili Sosa. Wingardium Chili Sosa. Hvað er ítali? Wow, racist. Wingardium Chili Sosa. Það er þannig. Eða þannig. Þú veist, þegar þú ert að skanna inn í krónin. Wingardium Chili Sosa. Já, við tölum þetta. Já, það kemur. Og ég tók risa bit það að þið var að vera racist að þið varum ítalskan hreim. Að krónan væri racist. Ertu racist með ítalskan hreim? Já. Af hverju? Jesus Bensi.
Þú ert ekki eins og mikið Það var- Jesus fucking Yes, Christ. ég tók þetta. Ítalar eru hvítt fólk. Bensi, Bensi. Það er 2022, við fyrir í næsta bit. Ítalar my eru God. hvað? Oh my god. Oh my Gaur. god. Gaur. Ok, við ætlum að fara að taka top 3 movies, series, video games sem að þú ert spenntur fyrir. What's Moji? What's Mojo? What's Mojo? Hvað What's sagði ég? Moji? What's Moji? Það er ekki til. Vilt þú byrja með sig? Ég sko, þú mátt taka, gerir þú 3% fyrir alltaf? Bókstaflega, þegar ég leið búinn að horfa á alltaf Marvel myndinar, þá ætla ég að mæta hérna einn og taka upp top 10 Marvel movies. What's Mojo style? 14 klukkutíma þáttur. Einhverjum myndir sem áttu peppa, coming out? Myndir, herru já, ég var alveg peppað fyrir Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Ertu peppa fyrir henni? Why not? Nettu trailer. Það er fullt af einhverjum Marvel super að nýja Aquaman að koma, nýja eitthvað Já, hérna. nice, nýja Aquaman, illað. Ég til hérna. Ekki segja okkur með við bötu. Það er komið svona 50 nýjar Marvel myndir á nýja ári og þú Nei, ert peppaður fyrir fjórar. Doctor Strange. Multiverse of Hljómar ekki það vel. You evil version of Doctor Strange. I'm wearing everything black. Shh, ég er ekki búinn að horfa á trailerin. Shut your fucking face. Ok, það er þitt. Ég ætla að hafa nýjustu Marvel myndinni, ég nota spenntur fyrir henni. Hey. Hvað ert þú með? Hvað er þú með? Nýju DC myndina. Já, nýja Aquaman. Það er hérna. Actually, það er heimildamynd að fara að koma með mjög virtan hönnuð sem eiginlega gaf aldrei út gallabuxur út af því hann náði aldrei að gefa út gallabuxur. En hefði hann gefið út gallabuxur, það við damn good looking gallabuxur alveg frá að koma út núna í ár, bókstaflega. Ég er með 2075, ég er svo spenntur. Það verður ekki í bíó, og gefið út FF og S og þetta bara literally travel back in time sjá hana. Hætti. Má ég segja mitt? Eiginlega ekki, nema, ef það er einhver svona, það máttu ekki segja. Ég er mjög spenntur fyrir The Northman. Já, reyndar. Ég er spenntur fyrir Batman 9. Já, ég var með líka það líka. Batman 9 and The Northman. Og seria 24 af Simpsons. Vitið þið hvað er longest running animated / cartoon series in America? Simpsons. Nei, Fuck. Ég ætla að segja, með yfir 1000 ætti. Animated. Animated cartoon. Eitthvað barnastáttur. Já. Hóru fullan líka á hann. SpongeBob. Meira, en þetta er ekki super, þetta er ekki hérna eitthvað barna, en ég veit samt barna. Þú veist, þetta er ekki Dora the Explorer. Nei. Nei. En þetta Það er er ekki barna. SpongeBob. Þetta er búið að vera lengi, guys. Þetta er ekki SpongeBob, nei. Ekki Simpsons. Nei. Þetta er ekki South Park. Þið ættir að vera, já. Nei, býtu það aðeins. Tom Henny. Nei, close. Mickey Mouse. Anders Sund. Nei. Yes, næstum því. Witcher. Nei. Mickey Mouse Clubhouse. Jú, kannski Looney Tunes. Það er ekki Mickey Mouse. Lundunds er Guffi og Eru Nei. 1000 Þeir eru Looney komið með Tunes? eitthvað 1000 Looney Tunes. Það er hérna Bunny Þú Rabbit. ofta að horfa á Bunny Looney Rabbit. Tunes. What's up, dog? Þetta var racist. Þetta var fucking racist. Þú skýrstir á mig. Það er ekki racist. Say don't spray. En hérna, fucking Queen. Say don't spray. En hérna, Queen. Sjón er að skrifa hérna upp þessa mynd. Bokk hvað ég er spenntur. Og Björk er making her second debut in a movie. Ég er ennþá spenntur núna. Hún Ég leik í skrifaði- Dances in the Dark sem kom út á Hann 2000. skrifaði, Hún vann Golden Globe ég er fyrir það. spenntur fyrir the $8 trillion movie sem er að koma út. Ég er spenntur fyrir movie sem Björk er að fara að koma í. Awesome.is. Ég er mjög spenntið fyrir Elden Ring sem kemur út í febrúar. Ha? Skyrim? Það er Elden Ring? Nei, betur. Nei, það er hérna Þetta er bókstaflega- Dark Souls, Þetta var svona Viking Já. Prince out to avenge the death of his father. Fullt af íslensku leikurum í þessu. Þetta er gæðin sem er leikst í The Witcher og Lighthouse. Nei, ekki Witcher. The Witch og Lighthouse. Respect. Já, við erum ennþá að tala um The Northman. Og svo eitt enn. Movie coming out that's gonna blow our brains out. Minions, The Rise of Gru. Nei. Jú. Baby Gru. Nei. Jú. Nei. Jú. Nei. Jú. Nei. Nei. Jú. Baby Gru. Baby Gru. The Rise of Gru. The Rise of Gru. Baby. Ha? Í alvörni? Með Minions. Hversu fucking epic? And guys, did you guys know, vitið þið, what were the Minions doing between 1940 and 1944? What the Minion doing? Think about World War. What were they doing Two. then? What were they, on which side were they in World War II? Já, byrju setni heimstyrjöldinni.
Fuck, maður. I didn't see them on the good guy side. Jú, þið hafa ekki séð þá Disney mynd. Ein pæling, var ekki, þú veist, hérna, Hugo Boss eða eitthvað, þú veist, það einhver fyrirtæki Jú. sem áttu svona tók aktívan þátt í, þú veist, hönnun og búningum, alls konar shiti fyrir þýska herinn. Já, kemur Mercedes-Benz Og það er einhvern veginn bara svona, nei, það er ekki til lengur. Volkswagen og eitthvað. Já. Hefur spáðið því? En þú veist, það er fullt af líka einhverjum, já, þetta er samt svona fyrirtæki sem við verslum með, skilur. Já. En hérna, já, ég held líka, er ekki Hugo Boss líka? Ég held líka mjög mikið að svona fólki sem að efnaðist mjög mikið Chanel, þessar slóðir. Coco Chanel, hún var, held ég, hérna, on the Nazi side. Haldi. Moment of silence við Coco Chanel. En já, Minions, hvað þeir voru að gera? Þeir voru literally Nazi slaves. Mér finnst smá, ég get ímyndað mér að þeir voru on the Nazi side en þú veist, against their will samt. Þeir eru að reyna að vera með mest vondastu mannskjum sem þeir þekkja það ekki. Jú, það ekki. Það er in their nature að finna leader sem er vondur og leiðir á til. Og þetta er kannski aðslega af hverju Hitler failed. Því að the Minions are kind of clumsy. Já, þeir eru clumsy. Þeir eru mjög clumsy, sko. Vitið hvernig Napoleon Bonaparte á? Minions. Napoleon Dynamite? Nei, Napoleon Bonaparte. Franski, hersöðingin, 1700 Napoleon! Já, Bandapart. Veistu hvernig hann dó? Literally, Minion skildi eftir bananapíl og hann slippti og dó. Næstu því, veistu hvernig hann dó? Hvernig? Minion var að fara að skjóta fallbyssu og hérna Ekki fara að gráta, þetta er líka. Napoleon, hann segir shoot them with the fallbyssur og þá hérna er Kevin sem er eitt af the Minions, hann stendur á endanum á fallbyssunni, skilur, hann er komin í enda og þannig að þegar hann segir shoot them Napoleon þá banana og gerir hann banana og færi þyngdina sína of mikið fram á fallbyssuna þannig hún dettur niður eins og maður segja veðsalt búm og hann skýtur þannig á endanum beint í Napoleon þegar drepa hann þannig. Svo horrible death. Fallbyssu kúli í aftan á hausinn. Kevin hefur liðað með þessu síðan þá. Örgulega samt very peaceful way to go. Þessna er sko Kevin ánað þetta, þá var hann oh great sir, nice to meet you, I am Kevin the Third. Núna, einu sem hann segir banana eins og Hodor. Af því hann er búinn að blokka þetta. Já, hann er traumatized. Já. Blokka þessa heila starfsemi. Já, til þess að geta lifað með sjálfum sér. Já. Þetta eru djúpmyndir. Já. Þannig ég er spennt fyrir nýju, ég er spennt fyrir Rise of Gru. Ætlum fjallum þetta? The origin story Kevin, Nei, þetta er komið í minni. Það er aðalgæjan. Löngu fætuna. Jú. Gru ekki mikið langa fætur, eða? Jú, að þú Gru er, þú veist, hvað heit sú mynd aftur? Despicable Me. Despicable Me, já. En þetta er literally það sem ég segja er úr Minions myndinni, The Movie. Minions The Movie. Þá gerist þetta. Það var Napoleon. Ég var ekki bulla neitt. Varst ekki bulla neitt? Nei, varst ekki í sögu í skóla? Þessi mynd sín. Allab erfitt próf. Name all the Minions. Já. Og svo myndaðan þeir eru allir næstu alveg eins. Nei, það munur. Já, ég sagði næstu alveg eins. Sumir með gleru. Ég sagði næstu, en veistu hver er pabbi allra Minions? Homer Simpson. Oh my god, það make a perfect sense. Homer, er það bara... Homer Simpson datt onni í vinnunni sinni, hann alltaf vinnur í Nuclear Power Plant, datt ofan í the power nuclear core. Ég skaf hvað hann held á 2 hlutum. Banana. Og Apple. Þeir segja líka svona Apple. Í alvöru? Já. Þetta er alveg Minion lore. Já, þetta er crazy. Einpæling, Simpsons, home abuse, funny, spurningmarki. Homer bókslega kirkja Bart. Bókslega kattna. Það er mikið einhverju svona, mörg dæmi með eitthvað svona weird stuff í late comedy, sko. Hvað er þig með top 3 líka?
Jú, hvað vorum við að tala um? Já, spenntir myndir og þættir. Og hitt líka töluleikur, Total War og Warhammer 3 kemur líka út í febrúar. Nice. Veistu hvað kemur líka út í febrúar? Elden Ring. Hann var að segja það. Ása. Hvað varstu? Já. Varstu bara einhverju minni Ég bókstaflega mistaði. Það er líka hérna 2 aðra leiki sem ég spenntur fyrir. Einn er svona zombie apocalyptic, þetta er The Day Before. Apocalyptic. Elliptical machine. Zombie Apocalypse. Zombie apocalyptic. Liptic. Sorry, það veitast. Apocalypse. Þú segir liptic. Ég var að Zombie Apocalyptic. Hann er hérna, já ok, svipar á Last of Us, nema aðeins öðru sig. First of Us. Fuck you guys. Og svo líka sci-fi horrorleikur sem er í peppa fyrir. Sci-fi horrorleikur. Simpson movie Sem gerist í Alien, nei ekki Alien, það gerist í hérna Space Prison. Þú ert í einhverju prison space station. Ef það er einhver scary, prison. Ef það er einhver extra scary, motherfucking space. Extra scary Alien. Hérna. On the space station. Þú ert Það sentenced for væntanlega life. er Alien on the space station prison. Hvað meinar þau? Why would they build a space station prison if they're not for aliens? No offense Já, all the jú, bara people fyrir in humans. space jail right now. En er worth it penningilega séð að senda þau til space? Já, það er panikir. Why send the prisoners to Bókstaf. space? Þú ætla að fara með 20 fanga til space. En hvað sem ekki hagsa er þeir ná að brjótast út? Það Reyndar. deyja. Aha! Springa út í space. Þessu ég myndi gera sem góður thug. En er ekki prisons for rehabilitation? Þetta er good point. Það er það bara til þess En Að lock 'em up. Fanga- hvað er betri staður til að fá a new outlook on life nema in space? Horfa yfir Earth. It's so beautiful. Why have I tried to destroy it? Ha? Ég meina Ha? heimild. Þetta var Napoleon Bonaparte reymurinn minn. Að crimes eru það slæmir að það eru limir teknir af þér. En er Já, það ef þú slæmur, stelur hendurnar höndina. af. hendurnar báðar. Kannski báðar. Já, Þú minnst það stelur- svolítið ekstrím. 10 kjúklingum, til dæmis. Að því til dæmis, ef þú tekur báðir hendurnar, þá er alltaf að fá mann til að fylgja þessum einstakling sem þú tókst hendurnar til að skeina honum. Nei. Má hann ekki sinni sig? Hann notar svona, hvað heitir það, Dubé, nei. Bidet. Douche. Bidet. Nei, sem að spýti vatni á 3 versum. Já, bidet. Er þetta ekki bidet? Nei, douche. Nei. Jú, kannski, jú. Það heitir víst Það er bidet. þetta, douche er líka það, ekki? Heitir það Douche. Það er ekki bidet, það er douche. Þetta er bidet. Það er batty. Það er ekki douche, Og það er eitt stykki batty til að þrýfa það rassinn. Já, bidet. Já, Bidet. 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 En hvernig myndir þú kveikja með löpunum fyrst? Nei, það er svona AI sem sér að þú ert að setjast, að það finnur fyrir þyngd. Og það Og þá- sér Spýtis vatn. Það greinir, ok, very Ég fatt um leið þú gerir það verið. very big shit, super soak. Segja það upp átt. Já, Very big shit. Super sock. það sé það. Awesome. Hey, Awesome sauce. nýtt klósett. Kúkar. Kemur upp hérna. Spýtur hún tilbaka, hún er stór. Nei, þú kúkar. Styrta niður. Svo kemur 0,4 eða 400 gram. Eða 400 gram. Til að track your bowels. Nei, bara gaman. High score eða eitthvað. Respect. New high score, 2 kilograms. Hafið þið séð Biggest Shit Attempt the World? Ég hef Sorry, séð, Biggest Biggest shit in the attempt of world. ég hef séð mynd af huge kúk. Benzi. Verðið, ég reyna að vera professional hérna. Ég sé mynd af huge skú. Hann var meira professional þú. Það vissi biggest shit in the world. Hann sagði, ég hef actually séð mynd af huge cook. Er það sýstin er ekki með? Já. Ok. Æ, what the hell. Næstum nými númer hennar. Æ, ég gaur. Anyways, ég held að var gerlega, já. Sem að kúkar og lappar niður bowling alley til að mæla. Og ég segi hvað rétt, easy. En bara detta niður Google fucking langa hæð og rétt að hún lendir, kúkar og sjúklar mikið, þá lyftistu og lendir sér. Ég er unrealistic. Og eða ekkert, það er þannig sem hann. Ég er unrealistic. En það er þannig. Frekar super powerful prump. Kúka, Það meikar já. með þess kúka. Það Kúka? er eitthvað þingir þið bara. Hei, ég meina, Já, það er rétt. en spurningu fyrir ykkur, þeir eru in space, fully klæddir, og þeir eru að komast að gameskipinu sem er fyrir aftan ykkur. Hvað gerir þið? Ejaculate. Ejaculate, 100% ejaculate. Ejaculate. Ejaculation ætti að Það er virka. líka því að það kemur ekki út. Ejaculate.
Ha? Kemur ekki út. Nei, maður sagði kemur ekki út in space. Jú, víst. Já, menn, það myndi ekki virka Við þá. höfum rætt þetta aður. Það myndi ekki virka. Akkur myndi ekki koma Sis út í space? Það myndi ekki fara út. Það myndi ekki virka. Jú. Ekki, það myndi ekki fara út. Jú, kinetic energy. Nei, það hreyfist ekki, þú sagðir ekki mikið út. Jú. Nei, the power of the orgasm myndi færa það. Já. The power of the orgasm. Það þekki ekki allir það. Maður ætti að taka eitthvað og kasta því. Þá myndi maður byrja að ferðast. Hinn áttina. Já, ef við verðum tveir, myndi kasta hér. Fuck, ég myndi fórt segja mér sem mánu ef. Ha? Ég myndi segja push me. Push me, leið myndi push me. Þannig að og ég bara tilbaka hinn áttina. Hittu sig in heaven. Hafið þið séð hvernig Gravity endar? Nei. Live or not? Ekki segja, what the fuck. Ég er aldrei að horfa á þessa mynd. Ég nenni ekki að horfa á þessa mynd. Nei. Ég held svo awesome. stuck in space! Það hljóma mjög leiðilegt. Shut the hell up. Ég veit ekki eins og find the space, ég veit ekki hvernig það er, kannski er þetta fake. Mjög creepy samt. Hérna þú. Ógeðslega hægt. Moving closer. Og hérna bara. Sólin. Einn maður Mjög leiðilegt. Þú bara. Einn maður sem myndi hafa a hell of a time. Það sökkar. Buddy myndi hafa a hell of a time. Þú varum eins og one-liners, þessa brandara. Ég held að Jörgen væri aðeins stærri. Fucking gott. Ég að fara á stað í flugulni. Ok, við fara í loftið. Ég, hvað, er þetta byrjað? Ó, guð, er þetta byrjað? Ok, fyrir mig næsta. Segið eitthvað. Ok, top 3 manneskjur sem þið óskið að myndu vera með ykkur í Alien Orgy. Ég byrja. Top 3 persons that come to mind. Johnny Depp. Johnny Depp. Hann Hann er örugglega búinn að hafa Alien Orgy. Ef hann er ekki búinn, þá veit hann hvað er í gangi allan og geti hjálpað mér. Númer 2. Ég hugsaði my girlfriend. I don't know. Viltu hafa hana þar? Enjoy it. Það hefur ekki bæði Share bara the notað experience. Já. Þú veist, ef ég að vera með einhverjum realistically, þá væri það hún. Respect. Ekki? Jú. Ef ég myndi choose one. Já, Þú myndir, my girlfriend. My beautiful angel girlfriend. Já, þú veist, það make ekki sens. Hárur á mig eins og ég veit eitthvað. Þú sagði tvis að geta með alien. Ekki í Orgy stæl. Og bara ein. Ok, og númer 3 var hérna... Já, ég var ekki með neitt í númer 3. Þú bara John Depp og my girlfriend. Það stóði eitthvað nafn. Já, ég var ekki með neitt í Ég þrjú. ætlaði að þurfa að mynda vel ég er bara... Hvað er þú með það? Ekkert. Já, með Homer Simpsons. Já, hann er alien. Hann er alien. Já, hann er another Svo species. myndi ég vel hafa Jesus with me. Jesus take the cock in this scenario. Og þetta er guðlast. Hann sé. Nei, Jesus last. Jesus stocks right now. Svo gótt að gera. En ég veit ekki. Og Jim Carrey. Sem The Mask. Nei. Sem The Grinch. Sem Pet Detective. Sem Pet Detective. Þú meina Ace Ventura? Já, Ace Ventura. Jim Carrey, ég myndi ekki taka með Jim Carrey, þú veist, því gæi akkurat núna. Hann er nuts. Hann er vel sennað. Nei, hann er ekki Er hann nuts? Eru við nuts? Já, hugsaðu tvisvar það. Jim Carrey er alveg búinn að meika það, sko. Hversu oft hugsið þið að það er 100% eitthvað sem manneskjur skil ekki? Hvað mannskjur? Manneskjur. Þú Manneskjan. kannski, já. Hvað? Örugglega frekar mikið. Ég hugsa, þú veist, hestur. Þú getur aldrei sagt við hest og kent hest að segja þetta er gult Prestur. epli eða þetta er rautt epli. Hann mun aldrei skilja hvort að reyna að koma framfæri. Hann er bara með svona ákveði capacity. Hann mun ekki skilja það sem er að koma framfæri. Ég held að þú underestimate hesti. Og ég hugsa, við hljótum að vera með eitthvað capacity. Við hljótum að stoppa einhvers staðar. Svo eru til mismunandi klári hestar, skilur við. En við erum bara x mikið og svo er bara, þú veist, við munum bara aldrei skilja eitthvað shit sem er í heiminum. Heldur þú geti kennt mannesku fyrir 2000 árum að nota iPhone? Einmitt. Hefur þú séð hest svona Fyrir 2000 árum. danslappa? Kannski fyrir 2000 árum. Hefur þú séð hest? Nei, ég veit ekki. Hefur þú séð hest svona danslappa? Hvað heitir það? Tölta? Já, tölta er svo til svona alls konar svona leiði til að labba. Ekki bara tölta, þú veist, bara svona, það er til svona... Ég hef séð hest ón og flugvél. Ég held að hestur, ég held að þú getur kent hest hvað er gultefli og hvað er bláttefli. Já. Og segir hann það síðan uppátt. Blue apple. Já, þú getur gert hund, þú getur sett hund. Blue. Já, ok, fyrir ekki, hann er ekki með fucking rattbönd. Nei, hann er ekki með rattbönd haldið. Þú getur kent hann samt að skilja hvað er rauttefli og hvað er En græntefli. engin rattbönd, hvernig gerir hann þá dæmið? Hann er ekki með rattböndin fyrir að Til að bera tala. hluti fram. En hann gæti kannski hugsað að þetta er rautt vöðvana. epli. Kannski ekki rattböndin, meira svona, það er einhverju vöðvar sem hann þarf held ég.
Ég held að hann sé ekki með réttur raddböndin í að það geta talað. Jú, hann getur En það hestar jafn klárar manneskjur að? Nei. Jú, sumar, in case you. Já, flest hestar klárar en þú. En þú veist, en eins og þið, klárar eins og þið. Það er engin Hestur. Yfir höfuð. Fuck. En Nei, Dóri. Hestur, hestur er jafn klára manneskja, hestur er upp á vissu marki, en litir, hann skynjar litir. Þú getur örugglega sýnt honum hvað Hann skynjar liti. Þú getur sýnt honum hvað blátt efli og grænt efli. Þú veist hvað hestar Getur geta örugglega sýnt honum. en mannskjur ekki? Hvað heldur þú? Hlaupið mjög hratt. Usain Bolt. Ég held að hestur getur hlaupið hratt. Einhver Veit það ekki? Hestur Þú veist ekkert með hesta. getur borðað epli í einum bita. hestur getur skynjað góðmennsku í fólk. Á maður sem dó úr hlátri því hann sá hest borða epli. Á maður sem dó úr hlátri því hann sá hest borða epli. Hver? Einhver maður. The Joker. Nei. Indian Joker. First man to die of laughter. Is this a real story? Nei, ok. Læknirinn þegar hann sá Nei, ok, sorry. Læknirinn þegar hann sá hérna tippa hans bötta þegar hann fættist. Ég var að finna, ég held að þetta sé faktum mér, sko. Oh, shit. Herri, við erum fattar að bylla alltaf mikið. Endum við það, við erum að taka upp þátt nummer 67 með einhver crazy production. Ef þú nenntir ekki að kíkja á YouTube, kíktu á YouTube því þetta er fucking crazy. basically. Nentu, gefðu þið 10 sekúndur, spóla aðeins tilbaka. Checkja okkur á Instagram, checkja okkur á YouTube og svo erum við náttúrulega Spotify, Apple Podcasts, follow okkur þar. Sendu okkur spurningar ef við viljum fá svör í spurningar. Já, sendu þessu spurningar og líka bara ef við erum með einhverjum hugmyndir góðum liðum. Góðum pranks. For real. Og næst þegar þið fáið það, hugsið okkur.